Já, það hefur mikið verið rætt gæði skólastarfs síðustu misseri. Það tekist á hvort við séum hreinlega með allt niður okkur, samanber frekar lagan árangur í PISA, hvort skólastjórnendur hafi engin úrræði lengur til að taka á ýmsum vanda eða hvort umræðan sé ósanngjörn. Nú, sumir foreldrar sem eiga börn í grunnskólum og flytja alldæmis milli hverfa eða landsluta, senda börnin í nýja grunnskóla, upplifa að gæði skólana geti verið mjög misjöfn og í því í rauninni ekkert réttlæti því í fullkomnum heimi tryggir hið opinbera jöfn tækifæri nemenda hvar á landinu sem þau búa. En heimurinn ekki fullkominn og stundum þegar umræðum þessi mál fer fram eins og maður fái annað á sig þann stempil að vera ráðast að opinberri menntun með ómaklegum hætti eða þá að fólk snýst til varnar hinu opinbera með kjafti og klóm og grunar gagnrýnendur að ætla að grafa undan jafnaðarkerfi þar sem takmarkið sé einkarekstur. Nú til að ræða þessi mál og fleiri komin hingað Arnar Ævarsson, hann fyrrum framkvæmdastjóri Heimilis og skóla og hefur unnið við að meta skólastarf og öllum hnútum kunnugur. Vertu velkominn Arnar. Takk fyrir. Mér langar fyrst að biðja þig að bregðast við frétt sem í Mokkanum í dag þar sem rætt að fjöldi kennara nema ljúki sínu námi en kenni aldrei neitt, fari aldrei að kenna sem nú væga sagt þá frekar virðist vera vond fjárfesting og það mat einhverja sem Morgunblaðið að ræða við að það þurfa að senda kennara nema einhvern veginn fyrr inn í grunnskólana. Þetta eitthvað sem gæti haft eitthvað að segja? Ég bæta kerfið. Já. Að senda, þetta með að senda alveg rétt, margir kennarar sem fara í nám og mennta sig og fara síðan annað, sumir fara inn í skólan og stoppa afskaplega stutt. Já. Ég held að meðal starfsaldur íþróttakennara til dæmis 2 ár held ég. Já. Það mikið álag þar. Já. Þannig að senda kennara nema fyrr inn í skólan, ég veit það ekki, ég held að myndi frekar leiða af sér að þeir myndu hætta fyrir námi, sko. Já. Það því að við verðum bara að horfast í augu við það að skólakerfið og ástandi inn í skólum gríðarlegu fjöldi veikindadaga hjá starfsmönnum og þetta mikið álag og umræðan erfið, ekki ástæðulausu. Það ástæðu fyrir að verum að ræða þetta og þannig að allt umhverfi skólans og öll umfjöllun og námi líka. Ég held að margir kennarar sem eru nýútskrifaðir upplifa sig sem vopnalausa, verkfæralausa, hafi ekki neina verkfærakistu til þess að sækja í til dæmis með aga, vandamál og ýmsa aðra þætti. Og ekki margt bendið til þess að grunnskólakennarar upplifi það þeir séu á milli steins og sleggju þessi bæði innan úr stofnuninni og utan frá. Jú, það náttúrulega þrýstingur frá foreldrum og bara samtal og þar og stundum talað erfið samskipti milli skóla og foreldra. Stundum þetta bara óljós samskipti. Foreldrar að spyrja. Auðvitað einhverjir foreldrar sem eru mjög erfiðir. Aðrir mættu vera mun virkari og sama kennarana. Þannig að hvert voru konur áttur? Ég var svo líka innanfrá. Innanfrá, það líka. Bæði náttúrulega stjórnunar stíllinn inn í skólum. Hann mjög, það þarf að endurskoða það allt. Verkefni sem kennarar eru með á borðinu eru allt og mörg og flókin. Þá ég ekki að tala bara venjulegu skóladagur. Við takjum ekkert inn í sem væri að koma til dæmis frá skólanum sjálfum eða sækja eitthvað fund og fylla upp í þess að 4-8 tíma á viku sem kennarar þarf að vera með sem skólastjórnendum og skipuleggja. Þannig að allt þetta svona þrengir að kennurum með mjög miklum hætti og sumir kennarar upplifa þetta sem bara gera það verkum að ómögulegt að sinna sínu starfi af fullum krafti sem kennari. Þannig að þrýstingurinn innanfrá og hann líka utanfrá. Ég held samt í þessu öllu saman, vandamáli liggur ekkert í kennurum. Það alland eru gríðarlega öflugir kennarar að leggja sig mikið fram og með miklu metnaði, búa til kennsluefni og annað. Það kerfið, það aðbúnaðurinn og það stjórnunin í kringu þá sem veiki partur í þessu öllu og við getum aldrei laga neitt ef við ætlum ekki að fara að laga það. Einmitt. Mér langar að nefna að það ekkert langt síðan þú varst í viðtali gæði skólastarfs eftir að hafa metið það sjálfur
á bylgjunni, ekki satt? Og þar komu orð eins og meðvirkni og metnaðarleysi fram hjá þér og er mat þitt að sko börn fái ekki þá þjónustu sem þeim ætlað í skólum, að sumir skólar setji hag stjórnenda í öndvegi en ekki barnanna? Já, sko, þetta þannig að skólastjórnendur ráðnir af ofta tíðum mjög pólitískt. Þeir eru tengdir mjög pólitíkinni. Skólastjórnendur ráða síðan aðstofamenn og kennara og allt þetta í kringu sig, sko. Þannig að ég alveg aftur dottir út, sko. Þannig að það klíkuskapur í því? Já, klíkuskapur og þetta áhrif og kemur aftur með spurninguna svo náðu fókus þetta fyrst. Já, allt í góðu. Hvort staðan svo að sumir skólar setji hag stjórnenda í öndvegi en ekki barna? Já, einmitt. Þeir setja, sko, skólastjórnendur eru mjög hræddir við það að eitthvað þeirra skólastarf birtist á fréttasíðum. Leki út. Já, leki út. Akkurat það, því að það er gríðarlega mikið og flókið og erfitt ástand inn í skólum sem stjórnendur eru oft gjörsamlega óhæfir í að leysa. Pólitíkin þrýstir mjög á þá bara að reka sinn skóla. Best ef það birtist ekkert og kemur ekkert út. Þú veist að þetta sé bara dulið. Þrýstir pólitíkin á glansmynd? Já, þrýstir á glansmynd vegna þess að það náttúrulega út á við að það kemur einhver frétt slakt skólastarf í sveitafélaginu þá endar það á borði fræðslustjóra og þá hjá pólitíkinni. Þannig að það búið út í þessa heilbrigðri og gagnrýni umræðu sem að þarf að vera á öllum vígstöðum til þess að lofti út. Algjörlega, og oft stundum eru skólastjórnendur konir í pólitíkina. Þetta þýðir það að þegar þá til dæmis að bæta aðbúnað, bæta eitthvað í skólanum, eitthvað sem má bara vera samkvæmt lögum og reglum í lagi, þá veigrar ofta tíðum skólastjóri sér við að fara og ganga eftir því að fullum krafti. Það vantar miklu meira, nú ég ekki að alhafa, sumstaðar þetta þannig að sveitafélagi að styðja við skólan og þetta harmonera vel saman, en allt og mikið og í miklu meiri hluta þetta þannig að skólastjórnendur eru einhvern veginn að passa þetta leki ekki út, þetta allt í góðu hér í okkur, eða einhver agavandamál eitthvað vesen og held bara að halda því alveg hljóðu og þetta allt þannig. Og meðan þetta svona, þá fær illgresi að vaksa út alla koppagrundir. Þannig þetta. Og þetta segir þú, þetta byggir þú á reynslu þinni meðal annars inn í skólana, af heimsóknum? Ég verið í skólum, kent inn í skólum og verið inn í kerfinu. Ég veit bara Reykjavík til dæmis, þar nú bara pólitíkin bara eiginlega inn á gólfi hjá skóla- og frístundasviði. Bókstaflega. Hvernig pólitík? Já, þá ég að meina bara eins og þeir sem eru í fræðsluráði, þeir sem eru sá sem stýrir skóla- og frístundasviði, það sem pólitískt, sko, formaður skóla- og frístundaráðs, mikið þarna inn á gólfi. Þeir sem tökum bara Reykjavík, þeir sem að meta skólakerfið, ytra mat svokalla sem Reykjavík að meta sem sjálfa sig, sko. Þeir eru stundum þá ef matsaðali væri, hann situr í þessu stól sá sem fer út að meta, en sá sem síðan í stólnu við hliðina á honum kannski sá sem að skipuleggja kerfið. Þannig að þú getur ímyndaði stemminguna ef þessi sem að meta færi og myndi skjóta allt niður sem maðurinn í stólnum situr hliðina á honum við skipulagi. Þannig að þetta allt þessi flöskuhálsar og þessi ótti við að ræða þetta með opnum hug, með hvar við getum leita lausna og til þess að finna einhverja lausnir þá þurfum við náttúrulega að vita hvert við ætlum og hvort við náðum þangað. Og ef við vitum það aldrei þá náttúrulega erum við alltaf að gera bara eitthvað, sko. Maður heyrir á foreldrum sem flytja á milli hverfa eða landsluta eins og ég nefndi í inngangnum að sum okkar upplifa mjög mikinn gæðamun á skólastarfi. Sum okkar hafa vondarsögur að segja af viðbröðum skólastjórnenda og misjöfnum viðbröðum til dæmis þegar uppkoma mál eins og eineltismál eða eitthvað svoleiðis. Er það ekki algjörlega óþolandi að þetta ójafnræði skuli vera í kerfi sem á að tryggja jöfnuð og hvað getur skýrt þetta? Það meðal annars matið, leið og myndu vera metaskóla og stefnur. Þetta alveg árétt hjá þér. Við getum tekið bara það bara út allt, í Kópavogi til dæmis. Þar eru skólar sem til dæmis starfsfólk leitar sérstaklega í, af því það eru skólar sem eru svo heppnir að hafa skólastjórnendur og þá væntanlega kennarar sem eru að vinna þetta mjög miklu metnaði og að gera það. Það nefnilega vandinn í þessu kerfi.
það eru sumir sem að gera þetta gríðarlegu metnaði, sópa því sem góðu starfsfólki, það góð stjórnun og góðu starfsandi og góð samskipti við ytra umhverfi. Þar virkar þetta vel. Svo bara í næsta hverfi í sama bæjarfélagi þetta akkurat ögt. Það allt í hnút, mjög slög samskipti, mikil starfsmannavelta og málið það. Ég var að vinna í þessu kerfi og ég fór og stundum að segja, það þarf að skoða eitthvað þennan, við þurfum að ræða, því ég átti bara samtal við stjórnendur, ára upplifur það að stjórnandi gjörsamlega út brunnin, búin á því, og nú vantar einhverjar hjálpir, bjargir. Það engin viðbrögð við því. Það ekkert mat. Í Kópavogi eru 10 grunnskólar. Það einn grunnskóli sem daginn, þeir ósku eftir að fá láta kanna hvernig innra matið væri starrakt, sem svona hjarta og lunga skólans. Það var einn skóli í Kópavogi með starrakt innra mat að þeim sem að þeirra mati sem mátu það. Ég þekki þennan skóla vel og ég myndi nú ekki flokka að hann væri með starrakt innra mat. Ytra mati náttúrulega ekkert og þannig að þetta skilur við erum ekki að meta neitt, við höfum enga yfirsýn, við erum ekki með samræmdpróf, einn skólinn gefur svona, einhvern annar gefur svona, einn í skólanu jafnvel tekur á agamáli með þessum hætti, meðan annar með þessum hætti, skilur við. Það kom skýrsla út hvað fyrir 5 árum frá landlækni varðandi geðheilbrigðismál og viðbrögð skólakerfisins við þeim. Og það virtu að vera ferlar og hvernig starfsfólk svona meðvitað þá. Það voru 50% af skólunum voru tæplega með einhverja ferla. En það voru bara 25% af fólkinu sem vissi að þau væri til. Skilur við. Þannig að við getum náttúrulega ekki búist miklu þegar að þetta svona. Og skólakerfi dálítið mikið þannig að skólastjórnin með þetta bara reka þetta dálítið sem sitt fyrirtæki, græjar þessa starfsáætlun sem auðvitað ætti að vera unnin í sameiningu. Sykurhúða fyrirtæki. Já, og skólanámskrá býr til þetta og svo bara allir að vera að vinna og þetta svona í raun og veru eins og bara 2-3 vinnustafir stundum skóli, sko. Það eru kennararnir í sínu, þeir eru rosalega stundum valdmikli líka í sömu skólum, búin að vinna lengi, myndast ákveðin hefð og þeir stýra þessu kannski meira og minna. Öðrum skólum þetta mjög opið og svona skipulagt, þannig að líka bara hvernig veturinn skipulagður. Það eru stundum skólar sem eru að brjóta þetta sífellt upp, þannig að nemendur ná aldrei einu rytma í námi og þetta geta skólar gert allt bara eftir sínu eigin höfði og það aldrei neitt sem segir, heyrðu þetta virkaði, heyrðu þetta var hræðilegt, að því við höfum ekkert það, sko. Nei, veistu hvort við erum komin á þann stað núna að við getum séð það varðandi til dæmis bara umsóknir grunnskólanemenda, hvað var það framhaldsskóla, þetta orðið þannig að þeir framhaldsskólar sem mest sótt í að þeir komi mest úr tilteknum skólum og tilteknum hverfum vegna gæðamunnar í grunnskólanum, eða þekkirðu það? Ég þekki ekki svo mikið. Ég hef heyrt af því að þetta það þannig og þetta hefur áhrif á einhvern gjöf í skólum. Þetta aðalega hefur mikil áhrif á líðan nemenda, held ég. Og þessi pressa sem myndast svona heima fyrir og að nemendur á þessu, kannski bara hefur það komið í ljós út af upplýsingaleysi og slakri upplýsingagjöf til foreldra. Að barnið kannski búin að vera þessi 9-10 ári skóla og svo þegar kemur að og allt hefur litið vel út en svo stundum birtist það bara á foreldrum að nemandinn bara allt öðrum stað heldur en þessar einhvernir gáðu til kynna. Stundum hefur verið 9 kennarar með þessum krökkum svona kennarar, skilur. Þannig að breyturnar sem geta haft áhrif á þetta allt sem eru svo gríðarlega margar. En lykilatriði eru þetta við metum og höfum skýra aðgerða áætlun, innlegum það sem ætla að gera inn í skólakerfinu með einhverjum virkum og skipulögum hætti og skipulagt mat á því hvort að það sem við vorum að gera skila einhverjum árangri, skila þeim árangri sem við byggust við. Hvað mátti laga, hvað getum við unnið áfram með og svo framvegis. Þetta allt byggt á einhverjum einstaklingsbasis í dag. Í dag þetta bara einn og einn kennari, stundum rosalega áhuga sem skólastjóri sem ítir þessu áfram. Annars bara þetta einhverjar bara þú getur verið heppinn eða óheppinn hvers barnið þitt lendir, sko. Já, það í rauninni ekki fyrir en maður, sko, fyrir en börnin okkar fara á milliskóla, það við flutninga og svona sem að, sko, áleitnar spurningar vakna. Og ég hef
ég get upplýst það að ég hef átt sjálfur bara börn í leik- og grunnskólum nánast óslitið frá árinu 1990 og á enn barn í grunnskóla, þannig að þetta er mjög löng saga sem að ég get vitnað til og það sem að svona hefur slegið mig mest í seinni tíð, það er það sem að ég upplifi sem mun á gæði skólastarfs og hvernig bjargir sumra skóla verast meiri þegar kemur að fjárveitingum og þetta snýst ekki bara vilja eins og ég hef upplifað það, heldur líka bara mér finnst eins og að sumar menntastofnanir virðist hafa greiðari aðgang að fjármagni heldur en aðrar til að bregðast við. En það er nú kannski, þannig er kannski komin utan við þitt sérsvið eða hvað? Nei, náttúrulega bara sveitafélögin náttúrulega á penning til þess að reka þetta og þau eru setja mismikið fé, náttúrulega líka bara í aðbúnað og annað. Aðbúnaður í skólulandsins er náttúrulega rosalegur, sko, ekki til fyrirmyndar. Nei. Og þannig að þetta er mjög breytilegt þetta er mjög breytilegt á milli sveitafélag, auðvitað sum sveitafélög sem eru þá með færri skóla, kannski góða innkomu og geta haft eitthvað rými til þess að bæta betur í, þá sérstaklega kannski með aðbúnað og svoleiðis. En önnur bara sína algjört metnaðarleysi og það verðist nú bara meira að vera kannski með þessi stærri sveitafélög sem sína algjört metnaðarleysi. Ég veit ekki hvort að sé að þessi auðveldar að tínast í fjöldanu þar, að það séu 10 skólar eða 30 eða eitthvað, að það sé minni fókus á það, sé meiri kannski fókus á 1 skóla í einu sveitafélagi og það sem fær meiri stuðning að því leyti til, að sérfræðiþjónustunni kannski meiri hér. Og gagnvart metnaðarleysinu ríkir meðvirkni. Algjör meðvirkni og feluleikur. Já, og það er bara þannig í lögum, sko. Það var sett sko, það er innramat og ytramat. Innramat og svo starfsáætlun og skólana, sko. Þetta er svona innramat, starfsáætlun, skólana, sko. Þetta er svona hryggjarstykki í skólanum. Innramat var sett í lög 2008 að allir skólar eiga stunda innramat. Þeir eiga að meta starfið sitt og þetta er mjög vannýtt verkfæri hér að þetta er svona næring skólans, hjarta og lunga. Þau fá beint svona endurgjóða ef starfið gengur vel. Þetta var sett í lög 2008. Allir skólar eiga að stunda þetta. Það var fyrir það var ráðuneyti ábyrgt fyrir því að sveitafélagin þurfti að skila inn skýrslum að þau framkvæmt, fræðsluráð þurfti að fara í skýrslur sem við fengum frá skólanum að þau verið að framkvæma innramat. Þetta var 2008, 7-8. Þau senda skýrslur og sendu nú ekki nefnir einhverju 30-40 skólar skýrslur. 75% minnum að verið, frekar en 85%, voru metin óhæf. Þessar skýrslu stóðust ekki þær kröfur sem ráðuneyti sett hvernig innramat var framkvæmt. Hvað er gert þá? Nei. Þá var sá sem fór yfir í framhaldi yfir þessar skýrslur var fræðslustjórar sjálfur, bara fræðsluráð. Þau þurfti ekki lengur að senda þetta niður ráðuneyti. Þrátt fyrir að 75 rúmlega voru búin að skila inn skýrslun sem stóðust ekki kröfur. Þá ákveður ríkið að segja, við nennum ekki að fara yfir þetta, það er best að þið gera það bara sjálf. Þrátt fyrir allt þetta. Þetta er náttúrulega alveg galið, sko. Þannig að skólarnir sjálfir, fræðsluráð og þeir sem bera ábyrgð á þessum málum með sitt mat, svo er ytramati sem náttúrulega vera eitthvað sem ríkið kemur, eins og í Hollandi það er hver skóli metin á 4 ára fresti. Þú getur farið bara inn á vef og séð bara góða skóla, slæma skóla. Þegar þú ert að velja skóla fyrir barnið, þá veistu nákvæmlega hvert þú ert að fara. Það stendur hvort hann sé góður eða slagur. Og það er byggt á því að fara í mat, bóta áætlunin var gerð, skólinn var ekki að framkvæma hana. Þá fær hann bara stempil, þetta er slagur skóli. Akkurru, að því við viljum ekki senda börnin okkar í þetta umhverfi. Það er sú hugsun sem ríkir, sko. Þannig að, og þar er fé með hverju barni, þannig að foreldrar náttúrulega vita þá bara þessi skóli er slagur, ég ætla ekki að senda barnið mitt þangað. Þá verður skólinn bara ef hann ætlar að vera áfram starfræktur, að laga sín mál, gera þessu umbótaáætlun, fylgja henni, það sé farið við það. Þetta er ekkert gert hér. Hér er farið í eitthvað mat sem voru 4 skólar á ári á tímabili og ekki lítið undanfarn ár, gerð skýrsla, og svo eitthvað svona umbótaáætlun til, næstu sýndamennsku leyfi, að segja. Svo er engin eftirfylgni í því. Samkvæmt rannsóknum með þetta lykil þátturinn að við ætlum að fá ytramat til að skila umbótum, þá er það þessi eftirfylgni.
að þú eigir þetta samtali fólki á vettvangi, hvað hvað við þurfum að laga og svo ef við farið í þá og allir sem sáttu við það ferðalag sem við þurfum að fara í til að bæta þetta. Þetta ytra mat. Það meira svona bara að vakta skilaskyldun og skóla sig að gera sitt samkvæmt lögum og reglum og við sem erum að þykja þessa þjónustu og senda börnum einhver skóla sé að fá það sem þau eiga að fá og þetta á að tryggja það. Það bara langur vegur að fyrstalega að það sé þegar það fara inn í skóla. Ég veit skóla og ég búin að ræða það við ráðuneytið og fóð með það pappíra og búin að ræða þetta við allt þetta fólk, ráðherra og menntamálastofnun til hvað. Ég fóð með eina skýrslu sem bara alveg stakk svo mikið í stúf að skóli með 85% aðferð við það að svona fræðandi kennslu að sem kennarinn bara gamla leiðin upp á töflu og þylur yfir líðin engar spurningar, ekki þetta leiðbeinandi námi eins og við viljum og áverið aðalans hann með yfir 80% af því og þannig nefninu bara 2 þætti úr þessu mati og svo var hann líka, það var yfir, ég held að það var 92% einstaklingsnám þannig að í 90% tilvika, þau fari í 70% af kennslustundum í skólanum í 92% tilvika voru krakka bara að vinna ein og með sjálfum sér sem við viljum helst ekki þú veist, reyna að auka hitt eitthvað svona balans við þetta sjást að vinnubrú allt það líka og svo meira leiðbeinandi kennsla þessi skóli samt metin hæfur, fær grænan stimpil svo kallaðan frá menntamálastofnun sínum tíma þegar þau voru að sinna þessu þú veist, bara skilaboðin sem vera send út í kerfið þarna fyrir kennara, fyrir alla og bara blekkingin að við sendum börnin okkar í skólan við treystum því að þau séu að fá þessar kennsluaðferðir og þessum aðferðum sé beitt því það rannsóknir búin að sýna að það að virka sem best. Svo það ekki framkvæmt, stendur í skýrslu, en samt kemur skýrslan út eins og þetta sé algjörlega til fyrirmyndar. Þetta engum greiði gerður, þetta hreinn og beitt feluleikur og þolendur eru nemendur. Rökin fyrir feluleiknum hafa meðal annars verið þau þegar ég fengi grunnskólakennara hingað að rauðaborðinu til að ræða þessi mál og ég spurti út í gagnsæið að hverju fáum við ekki upplýsingar þetta ekki foreldrar rétt á að vita þetta til dæmis ef fjölskylda að flytja frá Akureyri til Reykjavíkur á hún ekki að geta fletti upp hvaða hverfi hún velur sér út frá gæðum skólastarfs og þá fara sumir þeirra í ákveðna vörn og segja að það myndi bjóða, það myndi stétta skipta samfélaginu of það myndi bjóða upp á fordóma fulla umræðu en maður má líka spyrja býtu hvort fordómar versus veruleiki hárrétt og einmitt, fólk segir þetta þá séu við farin að dæma og þetta og ef veruleikin ömurlegur þá ekki bara málið að laga málið sjálfsögðu og börnin sem fara í skólan það sem þessi veruleiki ömurlegur hann verður það þegar þau koma þangað þrátt fyrir, ef við felum þetta og við erum ekki tala þetta, það engum greiði gerðu með því. Nei. Við erum líka það bara lítið þjóðfélag, við erum 350, 60, 70.000. Að við eigum bara að vera það þroskuð sem þjóð, að geta rætt þessi mál, við viljum laga þetta. Ég vil að öll börn í öllum hverfum séu með bara sömu réttindi og sömu gæði í námi og fá sömu tækifæri til þess að vaksa upp í því umhverfi sem við erum að hafa stýra því, auðvitað heimili og ólík og allt það en En það svolítið stofnana menning síðar í tíma að breiða yfir og aðhafast ekki þegar raunverulega þarf að aðhafast vegna þess að ef þú aðhefst þá setur á stað einhver atburðarás og ég hef áður vitnað til þess að ég hef unnið opinbera stofnunum fyrir á milli þess sem ég hef verið blaðamaður og bara tregðan að aðhafast hún bara að verða nánast innbyggð inn í sumar stofnanir og þannig erum við líka að tala börn skilur við erum að tala barnir í 10 ári í grunnskóla og þetta mjög alvarlegt mál þetta rosalega mikilvægu tími í lífi pass og þá verðum við náttúrulega að treysta því að allt sem að styðja við barnið og allt sem að koma því áfram til legs og nám og annað sé á þeim stað að við vitum af því líka annað bara í skólinn sem þurfa stuðning og þetta samfélag sem þarf heilt þorp í þetta gamla sagan skilur þannig að þar sem
foreldrar fá engar upplýsingar kannski réttar upplýsingar stöðu skólans. Það er náttúrulega erfitt alltaf bregðast við og vera styðjandi. Segjum að sé mikil eineltistíðni í skólanum. Ég veit skóla sem voru með yfir 20% tíðni eineltis. Maður vildi að er eitthvað gert, það var lítið gert. Þetta er mjög alvarlegt mál. Og þannig að svo kemur bara allt inn gerist eitthvað í skólanum, þá kemur bara kall upp kannski í fjölmiðlum, þetta er búin að vera hræðilegt svona og ekkert af foreldra þeirra voru bekkjarfélagar viðkomandi fórnarlams getur við sagt að þolandi eineltis, þau vissu ekkert af þessu að því skólinn var aldrei að ræða þetta, svo bara kemur þessi stóra sprengja og þá á allt í að reyna. En ofta tíðum bregst þá bara skólu við vörn því foreldrar var reiðir og allt umhverfið var reitt því akkur vissum við ekki af þessu að það brjálu slagsmál út á skólalófa hverjum degi. Vegna þess að hvað gerist ef allir vita það, þá getur nú bara foreldrar að sest niður með barninu sinu heima við kvöldi til og rætt skólan og hvernig við hegðum okkur kannski í samskiptum og hvað að gera svona, hvað getum við gert á þetta samtali við skólan. En staðin fyrir að gera það, þá þessu alltaf haldið leyndu, það má ekki birta neina tölur. Það metið í skólapúls nú rúllandi gegnum alla skóla held í landsins meir og minna, sem má nú alveg skoða hvort það sé akkurat rétt af þá einu aðferð. Þar metið líðan og það verið að mæla frá foreldrum og það samskipti í bekk og það rosalega mikið sem við getum rýnt í og fengi ágæti stöðu ástandið bara í bekk 3B, skilurðu. En það bara ekki gert. Og það ekkert þessar tölur sem í skólapúls. Ég hef séð skóla sem hefur verið að birta svona einhvern veginn til að reyna að tengja þá mögulega við árangur að ef upplifun nemenda var mjög jákvæð gagnvart ykkur ákveðnu námi, ykkur ákveðnu fæi, þá gætu við sagt að það sé árangur þar liggjandi, En það náttúrulega bara algjör steypa, Við höfum ekkert bak við okkur þar, Og meira þess að getur það verið akkurat í hináttin að það ekkert gert og þeim finnst það fínt og þá þetta bara góðu tími. Þetta þurfum við alltaf að rýna miklu betur og vinna með þessu gögn og eiga samtöl og segjum bara eins og í talandum innramati að það skóli kannski sem mjög slakur í lestri í 3. bekk kannski bara í þessum árgangi, mögulega bara hjá strákum, að þá hægt að setjast niður og setja ykkur skýr markmið, setjast niður með foreldrum þessa hóps og ræða við þau. Þetta við að fara að gera, þetta bækurnar sem gott að við myndum sækja í, það mjög jákvætt að reyna að tala, hvetjandi við barnið, búa til einhvern metnað. Það í skólanu þannig að það ótrúlega mikill fjöldi barna sem eiginlega ég næstu í leyfi mér að segja niðurlega á hverjum einasta degi. Af því að þau að fá verkefni sem bara enga veginn mögulegt og þau séu að fara að leysa út af því að kennslu hefur verið svo ábúnt á vand árin áður. Kennarar enga möguleika til þess að hafa þessa miklu yfirsýn. Erlendu börnin, þau náttúrulega bara tínast. Þó við sem að reyna að láta það líða vel með því að blanda þeim saman þá eru þau ofta að upplifa sig sem minnimáttar af því að þau stundu skilja ekki, þau þurfa oftast að leita eftir stuðni kennara skilur. Þetta allt niðurbrjótandi Stundum eru þau jafnvel látin taka próf líka þó það sé jafnvel eitthvað aðlaga að þeim en að vera alltaf að fá kannski 2 og 3 af því að þú bara skilur ekki og umhverfið í kringu ekkert að bjóða þér upp og þú vaxir í því. Þá það náttúrulega skelfilegt, Og það tilfellið að ef skólastarf metið af einhverjum sem á að vera svona óháður og utanakomandi aðili, hann hittir 2 skólastjóra og annar segir það bara allt í frábæru standi hjá mér og ég bara rosa jákvæður og allir eru jákvæðir versus annar skólastjórnandi sem segir því miður þá eru við að kljást við alvarlega vanda og ég að verða mjög þreyttur á því að okkur skortir fjármagn við okkur vantar resursa til þess að bæta þetta sá jákvæði sem breiðir yfir fær hann skóli betri einkunn í skólamati? Ertu með neyðramandi? Já. Ég held nú að það sé þannig að tengsl, við erum að hugsa þetta allt í samhengi, við erum í rosa litlu landi. Það fólk að fara
í þessu ytramatildna, þess voru verktakar oft sem voru fengnir í að fara bara hann, fóru í eitthvað námskeið, ég veit ekki hvað lengi og einhver nokkri dagar, fóru svo tóku þessi viðtöl og skoðu. Í þessu litla landi eru tengslin gríðarlega mikil. Það er erfitt að fara hérna. Þú ert að vera með alveg þokkalega bara beinni baki og sterk bein til þess að fara í einhvern skóla og metan og segja bara hreinlega, þetta er langt frá því að vera nógu gott. Færu þá enga vinnu, verktakar næsta vetur. Nei, og að settu bara útóldi, það er líka... Það er náttúrulega ekki fyndið. Nei, og þú ert hérna, það er ekkert vinsælt á sért að gagnrýna og það er, en við verðum að gera og ég gerði fyrstu rannsóknina í ytramati hérna því ég útskrifaðist 2012 hvernig var að virka viðhorf kennara og stjórnenda og hérna það var náttúrulega bara að minna að 7% af kennurum hefur verið metnir einhver tíman, veist, eitthvað komið inn í kennslustund og skoðað hvað þú ert að gera, 7%. Það var mjög mikil hérna ruglingur hjá það meinir og ytramati að því fólk þekkir þetta ekki alveg. Þannig að já, það er mörg tækifæri til að styrkja þetta betur og gera þetta hérna. Já, þetta er með nokkrum ólíkindum að kynna sér sumt í þessum málum. Það er aðeins varðandi menntamála stofnun. Á hún ekki að vera einhvers konar fyrirbæri sem að veitir þessu gott aðhald. Miðstöð menntunar heitir held í dag, menntamálastofnun og menntamálastofnun gamla var náttúrulega bara alveg út á þekju og að því leyti til að það var erfitt að fá einhver stuðning námsefni var ekki til að líka upp á þetta og veistu, þetta var bara eitthvað gímaldinn þarna einhverstaðar út í móa og matið var rekið þar líka í fjöldamörg ár þetta ytramat það var síðan fært niður í ráðuneyti og er nú búin að vera stopp þar síðan var flutt fyrir 2 árum held ég viðstu menntamál og jú auðvitað ætti hún að vera muna öflur þetta er búin að taka rosalega langa tíma að koma þessu batteri í gang alveg rosalegan þau eru núna búin að vera mikið í þessum matsferill, þar sem við fórum að koma inn þessum mati. Annað held ég hafi nú bara lítið verið að gerast, allavega ekki birtist það ekki mörgu skólafólki sem svona eitthvað að komið þarna stofnun sem er að fara að hjálpa okkur í að gera þetta almennilega. Ég held að það sé bara ekkert að fara að gerast með það. Ég bara vona þá innilega að hún fari nú að svona setja í gang og vera þá virkilega styðjandi en ekki bara svona kannski einhver vendarhanski fyrir ráðuneytið jafnvel að tengslin þar á milli eru gríðarlega mikil og ég spyr mig bara, veist, við verðum aftur við verðum að tala um þetta hreinskilið, við verðum að tala um þetta eins og þetta er það er engin, nú með að kennar ekki hopp upp og segja að vera gagnrýn okkur, við erum alveg hræðilegir, það er ekki þannig þetta er aðalega kerfið og allt stuðningsneti í gegnum það og miðstöð menntamála og búin að taka hann á rosalanga tíma og óvirki fjölda ára má segja út einhverju innanbúðar ástandi ráðuneyti líka þá bara situr hérna kjört og gerir lítið sem ekkert þannig að auðvitað þurfa þessar menntamálaráðuneyti viðstöð menntamála að fara að hysja upp sig og taka utanum hennar málaflokk. Það var fyrir farsældar lögin og það voru fjöldi funda niður í Hörpu, allir kennar skólastjórnendur og skólafólk og allt farsældarlögin voru svona töfra orð sem að veifað og það áttu allir endalösi fundir niður í Hörpu og alls konar. Ég bara er ekki að sjá neitt gerast í því. Og skipur síðan farsældaráð, þá áttu að skipa farsældaráð inn í sveitafélög, fá hellinga pening með sér, 100 milljóna held ég að Reykjavíkurborg sé að fá önnur sveitafélög, Kópavogur og annað, til þess að mynda þetta farsældaráð, sem á svona taka utan það og gera þetta skilvirkt, að félagsþjónustan sé að vinna með skólaþjónustunni og þetta sé allt svona bara smúð, Það er bara... Ég hef ekkert heyrt meira á þessum farsældaráðum, þannig að ég spyr mig líka með það. Veist, það er ekki búin að vera samlandpróf í fjölda ára. Það er ekki búin að vera ytramat í fjölda ára. Við erum við erum á húrrandi niðurleið. Ég er ekki að vera mjög svarsýn, ég veit að PISA núna það kemur eitthvað í desember, það verður alveg rosalegt. Slæmt því miður og við skulum hafa í huga að börnin eru bara þetta eru rosalega flotti krakkar heilt yfir hér sem eru í kerfinu
og en það bara verið að halda þeim svo mikið niður. Þetta metnaðarleysi oft á tíðum. Þessi krakkar, það verið að flækja líka hlutin alveg ótrúlega mikið inn í skólakerfinu. Þannig að við erum allstað að reyna að gera allt, en erum kannski að gera bara rosalega lítið. Já. Hvenær varstu framkvæmdastjóri í heimilis og skóla? Ég var 21-23. Já. Og eins og ég nefndi aðan þá, að þú nálgast þetta úr ólíkum áttum. Stærsta spurningin og náttúrulega svo mikilvægasta í þessari umræðu sem sannarlega er gagnrýnin vegna þess að við þurfum að ræða það sem getur farið betur, og með gagnrýni umræðu er óþarft að nefna að sumt er mjög vel gert eins og við höfum nefnt. En stærsta spurningin er hvað er til bóta? Hvernig sérðu fyrir þér að við getum komist út úr, þetta er sannarlega krísa, þetta er sannarlega kreppa, þetta er graf alvarlegt mál. Við höfum ekki sýnt í þá virðingu og athygli sem skildi. Við höfum látið marga aðila komast upp með ódýra orðaleppa sem að hafa fengið að ráða í umræðinni. Þegar ég stend fyrir gagnrýninu umræðum þessu mál, þá nei, ég vil ekki einkavæða grunnskólana. Það er til hellingur af fólki sem er á einhverju miðjubili þarna, hvorki á þessum vagninni þessum, sem vill bara aukið réttlæti fyrir samfélagið og meiri jöfnuð fyrir börnin. Hvað er til ráða? Það er það sem okkur vantar algjörlega er náttúrulega yfirsýn. Yfir bara hvað árangri eru að ná. Það eru stefna, það er skólastefna núna til 2030. Ég held að miða við það er á að auka mat og auka alls konar þætti og þetta er ég held að það er nýbúið að hækka laun kennara vera. Já. En þetta, mun það skila sér í betur skóla? Já, skila sér held ég að það sækir meira fólk inn í skólan. Meira mennta fólk. Og er þetta þá hefur þetta verið mannöðs vandamál? Nei, ég held þetta sé stefna, það er fyrstulega óljós stefna, skólastefna, hún er rosalega opin. Við erum með skólanámskrá sem er líka svona aðalnámskrá sem er verið svona flöktandi og breytileg og stundum óljós. Við erum með námsmatið með óljóst. Við erum með gríðarlega flókið system inn í skólanum hjá vinnudegi kennara. Og skólastjórnendur eru líka bara það þarf að skerpa það miklu betur. Hvernig gerum við þetta? Við þurfum að náttúrulega meta á yfirvaldið. Við verðum að fá einhverja hlutlausa stofnun, eins og í Hollandi er bara sérstofnun sem er bara heitir Itramat, eru bara að fara í til þess að meta. Þar þarf að vera nákvæmlega skýrt tala hvað er að og hvað við erum að fara að mæla. Þarf þessi stofnun ekki bara að koma utan Íslands? Það væri örugglega bara fínt. Og ég held að það sé jafnvel svona út frá fenginni reynslu jafnvel nauðsynlegt. Allavega ekki inn í þessum stofnunum sem eru að reka þetta batteri, ekki svona beintengsli það, vegna þess að þá er það bara virðist vera að fólki er að fela hluti. Annað, í þessum mati öllu, þá verðum við náttúrulega að tala um hlutina sem skipta máli. Við getum ekki verið að tína til í ytramaskýrslu að þessi styrkleiki skólans og skólastjórnandi hafi jákvætt viðhorf til skólastarfsins. Er það ekki bara eitthvað sem við eigum að segja er 0, skilur, að því það er normal, eða ekki? Er það ekki? Eigum ekki, það getur ekki styrkleiki. Styrkleiki að og alls konar svona hlutir. Þannig að við þurfum að skoða vel hvert eru að fara, hvað þurfum að laga, hverju stefnum að og hvernig við ætlum að mæla þá hvað leið ætlum að fara í því, er hún raunhæf. Og ef það er ekki þannig þá þurfum við að tala um það. Sveitafélög þurfa náttúrulega að axla ábyrgð. Það þýðir ekkert að vera reka einhverja grunnskóla bara og reyna að fela yfir og koma svo á einhverjum tillitugum að þeir vera að tala um mat á skólastarfi og þurfa að sína, við þurfum að árangranna. Þá koma sumir bæjarstjórar fram og segja, já, við höllum aldeilis að gera það og bara skila ekki í því að sé ekki svona. Mörg sveitafélög eru búin að setja boltan og allan ábera boltan dálítið mikið í hendur skólastjórnenda. Þeir hafa rosalega frjálsar hendur með að reka sitt skólastarf. Og sumum sveitafélögum eru að fara þannig að skólastjórnir hafa jafnvel meir og minna ráða yfir fjármagninu nákvæmlega í skólanum hvert það er að fara. Hvað þýðir þetta? Fræðsluyfirvöld í hverju sveitafélagi er bara að kasta boltanum í fang skólastjórnenda. Þegar það kemur að því að það þarf að svara fyrir allt þetta,
af því að það að bara stefni í algjört hrun og við erum komið svo langt að við erum að fara að horfa því miður á það, tel ég. Þá held ég að það verði þannig að hverju sitja með þetta í hendinni, það verða skólastjórnendur. Þá segja fræðslustjórar og hinir, heyrðu, við erum búin að gefa ykkur allt þetta frelsi, alla þessa ábyrgð, alla þessa möguleika til að sigla þetta áfram, en þetta niðurstaðan. En gleyma því að það voru þeir sem átt að tryggja það að þetta væri alltaf virka með því að meta og halda utan að birta gögn, fá samfélag á hverjum stað til þess að vera þáttakandi í því að byggja upp góðan skóla og heilbrigt samfélag. Einmitt, sko, þetta við höfum aldrei átt betri börn, held ég, það sem megi fullið það, þetta eru yndislegar verur, vel upplýstar og við höfum aldrei verið með aðra eins menntun inn í skólakerfinu okkar. Það hlýtur að vera hægt að gera töluvert betur, þótt margt sé mjög vel gert. Ég hef orðið sjálfur í gegnum skólagöngu barnanna minna vitni að alveg stórkostlegum afrekum innan grunnskólana. Ég hef líka farið með barn í fyrsta kennaraviðtal þar sem að barnið sjálft bar upp þá spurningu af hverju við værum með samræmt skólakerfi, af hverju foreldrarnir geti ekki bara kennt börnunum heima. Og kennarinn átti engin svör við því og sagði að þetta væri alltaf flókin og stór spurning. Og ég hugsaði með mér, býtu, þetta ekki blaðsíða 1 ef þú ákveður að verða kennari. Og þannig að maður hefur orðið vitnað að ýmsu og náttúrulega sem blaðamaður í áratugunar ás að því nefndi einelti áðan, þá sumir upplifa algjört úrræðileysi í sumum skólum gagnvart einelti á meðan aðrir hafa mjög góða sögu að segja. Þannig að við verðum að halda þessari umræðu vakandi. Hefur eitthvað fyrir þér með það að þegar þú spáðir því að PISA yrði? Ég hef nú bara það fyrir mig bara sem að búin að greina þetta skólakerfi unni við það í fjölda ára, rýni í þessar tölur. Þú sér líðan, þú sér burnout, þú sér svo allar þessar neikvæðu tölur inn í kerfinu og þegar þú leggur þær bara saman og skoða hver svona vægi áhrifa þátt að þeirra á bara þennan framgang og hvernig málin eru þróast, þá það bara þessi mynd sem birtist. Það bara þannig. Og þá alltaf svona 3 vikna krampakend umræða og svo bara búm. Svo bara búið og hvað gerir skólinn fer í vörn oft á tíðum sem ég með svo skrítið sko að þegar vera fjallum skólamál og mentamál og vera gagnrýna kerfið þá eiga náttúrulega kennar að vera hvað fegnastir því að vegna þess að þeir búa við þennan laga aðbúnað og úrræðaleysi og allt þetta. Þannig að vandinn liggur ekki á gólfi kennslustofunar, hann liggur í þessu skipulagi, hann liggur í þessu rammaleysi, öllu þessu óskýru hvað náði árangri. Það var lengi vel þannig að það voru þessar kennaraferðir með vinsalar, oft í Svíþjóðar. Kennarar fóru í svona ferð og menntaferð einhverja. Fínar og upp gefur innblástur og allt það en í rosalega mörgum tilvikum þá var eitthvað sem þetta frábært, ég ætla að gera þetta og svo að fara með þetta inn í skólan en málið að það og virkaði svo ekki neitt og eitthvað annað ofta tíðum var þetta út af því að þeir sem voru með þetta leggið inn í þessum skóla því ellendis oft lagt mikil vinna í innleiðingu þannig að þetta virki þannig að allir upplýsturinn sitt hlutverk og hverju markmið og hvert erum að fara og hvað ætlum að fá út úr þessu þannig að þau hafa mögulega sett að þar úti og þetta verður gerðin sem virkan svo bara alltaf í hverju flugferð komu 2-3 svona verkefni inn í eitthvað skóla landinu og svo var bara allir skólar fullir af einhverjum svona tilraunaverkefnum og engin vissi í raunur endilega hver var hvert á markmiði við var það stiðja við starffræði eða lestur eða akkur eru að gera þetta. Skilur, þetta allt rosalega óljóst inn í kerfinu. Þemavikur og svona, þetta allt, þetta verður líka að þetta vera gaman og allt það. En það ekkert gaman fyrir krakka að upplifa það að það sem við gera eiginlega tilgangslaust og jafnvel mjög óljóst. Þá bara bæði fyrir þau metnaðarfullu sem kom frá fyrirmyndarheimilunum og mikið stuðning og gott bakland og allt annað. Þau líka bara dempast niður og missa áhugan á þessu. Og þess vegna það eins og OECD hefur sagt að á komandi árum þá erum við bara að sjá þetta að fara að bitna hér á svona hvað séu velmegun í okkar þjóðfélags skilur hvernig þetta kemur til með að sigla áfram. Heldur betur.
Arnar Ævarsson, kærar þakkir fyrir spjallið. Við ykkur, hlustendur og áhorfendur vil ég segja að við þurfum að ræða þessi mál betur og þið megið hafa samband við mig ef þið hafið áhuga á að koma hér að rauðaborðinu og segja ykkar reynslusögur úr skólakerfinu. Þá stöndum við opin fyrir slíkri umræðu. Við erum stöð almennings og við erum ekki hrætt við að vera róttæk og gagnrýnin í okkar umfjöllun, þannig að margt vel gert en við förum að ræða betur það sem að gengur ekki sem skildi. En takk fyrir að fylgjast með þessum þætti með okkur, ekki fyrir langt, við höldum áfram hér eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.